Anders Magnússon næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, kæri formaður, félagar og þið sem heima sitið og hér í salnum. Mér langar fyrst aðeins að ræða þetta mál með að breytingatillögur. Mér finnst eiginlega lágmark að maður hafi 24 tíma til þess að senda breytingatillögur. Þá ég að tala um þær tillögur sem við sáum í gær frá BNM og mér finnst ansi bratt í að loka á breytingatillögur bara leið og þær voru kynntar og óskar til því að það verði allavega gefnir 24 tímar. En að tillögum aðnefndar, ég mjög hrifinn af þessu, mér finnst þetta til mikill að bóta, bæði 8. greinin, 12. greinin, 14. greinin, en það er nú samt þannig að maður tala kannski meira um það sem maður vildi hafa öðruvísi og ég hnaut 3. greinina. Yfirvöldum ber á hverjum tíma að tryggja mannréttindi gegn ágangi ríkisvalds og annara. Og ég var svona að máta þetta við mig og hugsa sem sé hverjir að sýna með mestan ágang í dag. Er það ríkisvaldið? Ég til dæmis, þegar ég keyri heim hérðan úr vinnunni, þá sé ég fjölda auglýsingaskilta blaðalúguna velta á hverju mótni tímarit til þess hönnuð að hafa áhrif á skoðanir mínar og líka þegar ég kveikja sjónvarpinu á kvöldin þá velti við með auglýsingar og það er þessi skoðanamöndin í landinu að hamingjan fáist úr efninu og bankar sína með mikinn ágang. Mér finnst að þetta sé raunverulega ákvæði sem hefur passað vel þegar menn voru í árdaga, þegar menn voru að byrja að semja stjórnarskrár þar sem ríkisvaldið var langsterkasta valdið í samfélaginu. Svo er ekki lengur. Og þannig að mér finnst vera svona afvegaleiða fólk eins og að valdið í landinu séu fyrst og fremst ríkisvaldið, meðan það er fyrst og fremst fjárvaldið. En vissulega líka ríkisvaldið. Þannig að ég myndi hafa þetta bara svona. Yfirvöldum ber á hverjum tíma að tryggja mannréttindi gegn ágangi. Punktur. Eða þá að telja upp eins og var gert áður gagnvart lögaðilum, hagsmunahópum og einstaklingum. Og síðan langar mér aðeins til þess að ræða 7. grein rétt barna sem ég myndi vilja hafa ennþá skarpari. Ég er reynda búin að senda nefndinni skriflega tillögu mína, það getur vel verið að þegar við rætt þetta en ákveða að halda þessu óbreyttu en ég myndi vilja hafa barnið skal tryggður réttur og hvatt til þess að tjá skoðanir sínar. Ef við hugsum okkur börnin í skólanu, þau eru bara vön því að pappa og mamma ráði og svo kemur í skólan og þar ræður kennarinn og skólastjórinn og þessi hugmyndir er mjög framandi að þau getur ráðið sér sjálf og þess vegna þarf að hvetja þau til þess. Þau finn allavega í byrjun að kynna þeim þessa hugsun að meirihlutin ræður og sjónarmið þeirra skipti líka máli. Og ég líka svolítið hugsi yfir eintölinni. Þetta getur skilist þannig að þetta eigi bara við aðila að máli, eins og maður segir á lögfræðimáli, eða sem sé, að þetta eigi ekki við hópin börn. Ég er að tala til dæmis að þau settar nýjar reglur lengingu skólatímans eða styttingu sumarfrís og svo framvegis, að þá væri mjög gott að hópur barna myndi taka sér saman, til dæmis í lífsleiknitímanum, og þau eru hvöttis að tjá sig þetta. Þannig þess vegna myndi ég vilja hafa þetta í fleirtölu að þetta ég líka við mörg börn saman. En annars er ég mjög ánægð með þessa tillögur, finnst þetta frábært. Ég vildi bara koma þessu framfæri í takk.